Jú, ég myndi fara í þetta allt aftur ef ég hefði vel á því. Ég heiti Elva og ég er neyðarvörður. Þegar ég byrja hjá Neyðarlínunni fyrir 23 árum þá var þetta töluvert öðruvísi. Þetta var einfaldara, til dæmis að þegar það hringdi síminn þá var 99% tilvika hringt úr landsíma, þannig að við vissum alltaf hvar allavega hringjandinn var. Í dag eru allir með síma og það verður flóknara að staðsetja atburð þegar hann verður. Þegar það gerist eitthvað mikið og það þarf ekki nema eitt slys, þá verður mjög mikið að gera á varastofunni. Það fara margir viðbragðsaðilar sem við erum í sambandi við og það verður mjög mikið að gera. Þegar þetta allt ferli gengur upp og fólki lifði af, þá bara við erum alltaf að taka hlutina þegar þeir hafa orðið. Við erum ekki forvörn, við erum viðbragðsaðili. Við bregðumst við einhverju sem er búið að gerast. Þannig að það erfiðasta í starfinu finnst mér oft bara að vita ekki hvað næsta símtal felur í sér. Við vitum ekkert hvað næsta símtal er. Raunverulega erum við aldrei nema 1 sekúndu frá því versta sem við kannski getum upplifað. Og það er alveg á hreinu líka að innhringjandinn, hann er að upplifa sitt versta þegar hann heyrir í okkur.